sko vanskil heimila eru ennþá mjög lág í sögulegu samhengi og ekkert sem bendir til þess. Ég get nú nefnt ykkur áhugaverða staðreynd að í fyrsta skipti í fyrra frá árinu 2008 ef maður rétt, fengu heimilin í landinu hærri vaxtatekjur af sínum fjármunum heldur en þau borguðu vaxtagjöld. Þannig að hérna, það segir manni kannski, auðvitað eru heimilin misvel stödd, en það segir manni að hérna, það er mikill sparnaður víða og svo sparnaður var að borga háa vexti og við sjáum til dæmis lánshlutföll á íbúðalánabókjunum okkar, þau eru að lækka vegna þess að bæði fólk að greiða smá saman niður, en aðalega er það að lækka vegna þess að fasteignaverðið hefur verið að hækka. En einu sinni var nú talað að íslenska eyðsluklóin væri mesta verðmæti fyrirtækja og banka. Ertu þá farin að tala táslumyndirnar á tenni? Já. Ertu komin þangað? Já, menn hafa verið að benda á að neysla er stór hluti af hagkerfi og landsframleiðslu. Það er ekki gerast ef að neysla almennt getur niður. Það er hún sem keyrir en stundum fannst mannu nóg neysluna hér. Ég held að neyslan sé fyrst og fremst í dag bara fjármögnuð með innkomu, launatekjum og fjármunatekjum eða fjármagnstekjum og af sparnaði vegna þess að raunvirði þá er til dæmis notkun yfirdráttarlána í öllu bankakerfinu. Er að minnka það? Mér minnir að talan sé 40% raunvirði frá 2017. Já. Svona mikið lækkun? Já. En til dæmis í COVID-inu, þá hefur það vættalega risið. Já, þá fór sparnaðurinn upp, það er rétt, fólk var ekki að ferðast og eða kaupa sér mikið af dýrum hlutum, en samt sem áður, sko, víða erlendis er verið að tala sko, hvenær er COVID-pening sparnaðurinn búinn og hvenær fyrir fólk að hægja á neyslunni, en með þessar tölur varandi, sko, bara þessar einu vaxtatekjur sem að heimilin höfðu fyrra, að þá virðist ekki sko hafa verið gengið á þennan sparnað og hann virðist halda áfram að vera aukast. Er Íslendingar orðnir bara ráðdelda saman? Er þetta bara við eigum fyrir Sólanda fyrir? Já, ég held að við læriðum ýmislegt. Við erum komin í þangað. Við læriðum ýmislegt 2008. Ég held að séu miklu ábyrgar í okkar fjármál. Nei, ég nefndi þetta heiti íslenska eyðsluklóin, þetta var nú hugtak held ég sem að Margeir Pétursson kom með þetta. Hann sem kom með þetta síðan. Hann er nú í Úkraínu en þá í bankastarfsemi þar. Hann skrifaði mjög eftir þetta að vera písla hér í Morgunblaðinu á í kringu síðustu aldamót eða fyrir það og þar var það nú einmitt tíðrætt íslensku eyðsluklóna að hagkerfið var svolítið keyrt áfram að svona neyslu og jafnvel á raðgreiðslum, menn voru að nýta sér raðgreiðsluform, ég veit ekki hvort menn gera það mikið í dag, ef það bara býðst, ég held að það var bara, maður var spurður að því, viltu skipta niður næstu 12 mánuði eða eitthvað svoleiðis? Já.